það held ég. Bingjan mætt með ykkur enn eina ferðina. Þannig að fallega þriðjudag. Þriðjudagurinn 11. október. Árið 2022. Já, árið 2022. Við erum stödd í þriðju heimsstyrjöld. Já, en til að létta lundina. Ekki vera svartsýnir en til að létta lundina. Þá erum við pingjufullir allar helgar. Já. Og fáum okkur pönnupítsur frá Dominos. Já, að sjálfsögðu pönnupítsu. Eða bara þriðjudagstilboð í dag eða... Já, ég að mæla með að hlaði pönnupítsu. Það er bulk season, flestu sem ég þekki. Þeir eru núna bulka. Já. Það var mjög gott að hafa þessi pönnupítsu. Já, hún sennilega best upp á það að gera, sko. Ekki þykkar í henni degið? Segja með það ekki? Það svolítið þykkar í henni degið. Ég veit nú ekki alveg, sko, ég þori ekki að fara með það nákvæmlega hvað gert hana, hvaða handbragð farið með þetta. Nei. En handbragðið gott. Já. Það sé alveg óvænt að segja það. Kærðið þú einhvern helgina? Nei, en þú varst nú á einhverju skalli helgina. Ég kærði... Þú varst pingjufullur. Já, ég var pingjufullur. Veistu hvað það er? Nei, það er 2 glös Red, 1 GOT. Það áttu pingjufullur. Nú það? Það valsarinn á Pettisen. Þú ert ekki móður af rauðvinstrykju. Eins og sumir. Heldur þú bara pingjufullur. Já. Ég hitti þarna... Þú tókst vaktin á Pettisen helgina. Ég ákvað að sleppa því. Hitti Stefán Dara sem einn úr, sko við erum með í Dýbind og Pingjan, það brask þráður, allir sem að gera eitthvað skemmtilegt í Pingjunni að segja frá því á Facebook og við erum að peppa það, Swap Agency hitti hann, við vorum báðir pingjufullir og hann sagði við mig hvað sagði hann? Að næsta sería hjá okkur ætti að heita Með fortíð skal framtíðin bogna. Okay. Svo skildu leiðir. Já, það var bara ekkert meira. Nei. Það var ekkert meira sagt þar. Við vorum bara pingjufullir, við bara heyrðu þetta flott. Ég sagði, hvað með úr fortíð skal framtíð byggja? Já, það svona eðlilegri mekanismi, sko. Stebbi var bara djúpur. Já. Fortíð skal framtíð bogna. Bogna, einmitt, já. En ég meina þáttu dagsins svolítið, mér finnst hann svolítið, hann svolítið sannspár, finnst mér. Framtíðin að láta, fortíðin að láta framtíðin að bogna í þætti dagsins? Nei, ég myndi ekki segja það. Nei, ok. Þá skulum við nota úr fortíð skal framtíð byggja. Já, ég myndi eiginlega segja það. Ég held að fyrirtæki dagsins segja alveg, þú veist, jú, við vitum það ekki. Nei. Þetta náttúrulega fyrirtæki dagsins, þetta mikil óvissa. Já. Þetta gæti jafnvel átt við þarna. Margir reyðir samt. Hvað segirðu? Ég þekki 2 sem eiga. Já. Ég ætla að fara soft í þetta. Já. Ég hef mikla trú á þessu fyrirtæki. Bara eftir að lesa minnaðin. Tölvuleikinn á upplið. Þetta skemmtilegur innaður. En hann segir, já, þetta takir þetta unsolid clouds. Já. Hann kallar þetta unsolid dæmi. Honum finnst hann illa svikinn eftir útbúin. Unsolid clouds, já. En ég minna við förum í það. Þeir eru svona nokkurn veginn á plani. Kannski aðeins á eftir. Við skulum bara koma inn á það. Já, ég var ekkert kannski samt rétt að minnast á vin okkar hjá Payday. Já, talandum að vera á plani. Já. Þeir eru á planina á miðvikudaginn hjá mér. Já, á morgun þá námskeið. Sem námskeið í bara bókhaldi og... Basically að læra að bóka í Payday. Já. Og ég hef einhvern veginn aldrei látið verða að þessu að maður svolítið bara búin að vera að grúska. Þetta svo mikið gamification. Og svo gaman, mann finnst þér sem að sé að spila tölvuleik. Já, þetta þannig. Og svo gaman að senda reikninga og skoða mælaborðið og senda kreditreikninga. Ég byrjaði núna bara að senda reikninga á fjölskyldumeðlimi og þau ringi alveg brjálu bara hvaða 900 skall þetta í heimabankan? Ég skal bara kreditfæra þetta. Já, ég veit. Bara núlum þetta út. Já, en mér skilst að það sé smá vesen upp á bókhaldið. Þannig að núna ég búin að skrá mig á námskeið og það hægt að finna þetta á Facebook síðu Payday og Rassvasa bókhald sem að kenna námskeiði með Bjössa. Þannig að nú fyrir við að læra svona hvaða afleiðingar það hefur að vera að senda alla þessa reikninga og kreditreikninga. Að læra bóka á rétt inn í Payday. Algjörlega, hvetjum fólk að sjálfsögðu til að kíkja á það. Og kannski rétt að benda á að þetta ekki frítt. Þetta kostar minni með 9 skall. Já. En fyrir bókara sem vilja éta upp markaðshlutdeilda þessi markaði þá... Já, að þetta sé bara gefins. Já, eitthvað ódýrasta námskeið sem þú getur farið á í return on investment wise. Klálega. En við endilega mælum með því. Herðu, en það má nú eiginlega segja þessi þáttur okkar í dag sé svona léttur First North special. Já. Þetta auðvitað Solid Clouds eða eins og þú myndist á Unsolid Clouds. Já, ég hafði það eftir vin. Já, þú hafði það eftir vin. Þeir sko eru nú einhverju hluthafarnir þarna úti og það kannski best að taka það bara fram áður en að lengra haldið það. Ég vissulega einn af þeim. Ekki ég. Fór þarna fremstur í broti fylkingar, Netbanka, Kúreka og keypti með þann inn. Þú fjælst fyrir þessu gillibóði með skattaafsláttin eða ekki? Býtu bara, þetta var nú engin upphæð þannig, þetta var náttúrulega, sko það voru svo margir sem var reynda að komast að. Hvað að hringla í eyrum okkar núna? Hvað? Komið eitthvað Mexikost stefið? Nei, þetta ítalst, það alltaf ítalst þema hérna.
Ég hef bara aldrei heyrt þetta. Þetta Funicula. Aja, ok. Haldt áfram, sorry. Þú... Italian Love Song Passione. Já, hlaut að vera. Já, en hérna, hvað var ég að segja? Já, þetta var nú bara eitthvað penni þannig. Þú veist bara 15 kúlur eða eitthvað sem þú setti? Nei, alls ekki. Það hefði verið þá í B-bókinni. Já, það var held í maxið. Það sko, hérna, já, menn voru köttaðir, sko. Þetta var alveg, hérna, það var svo mikil umfram eftirspurn í útboðinu að það þurfti að skerða hlut. Já, það var umfram. Skerða, hérna, í rauninu upphæðinar. Skertu mig maður, skertu mig. Já. Ekki skerða mig. Það, hérna, þú veist, hefur náttúrulega ekkert reynst neitt sérstaklega arðbær fjárfesting hingað til, ekki á blaði allavega. Fara þarna á First North markað sumarið 2021 á genginu 12,5 og standa núna í 8,3 þegar þetta tekið upp. Já. Og hvað, það umlega 34% lækkun segi ég. Og hafa náttúrulega verið að flökta alveg gífulega, fóru lægst niður í 6,8, það var reynda bara núna fyrir helgi. Já. Það hefur verið bara svona eins og jójó sko. Já. En það lítið bara flota á þessu og þetta yfirleitt bara mjög lítil viðskipti. Eru menn ekki bara að horta bréfin eða bara sitja á þessu? Já, ég allavega að því, ég meina, þú veist, ég held með þeim. Ég er hluthafi, Jandinn hafi það. Ertu að spila leikinn líka? Nei, reyndar ekki. Nei. En komum nánar inn á það. Nú eins og ég segi, fara á markað 21 og það var bara margföld eftirspurn þarna eftir bréfum hjá þeim. Þetta voru 58 miljón nýja hlutir sem voru hérna gefnir út, svo að útboðið hljóðu upp á 725 miljónir króna. Og hérna, en svo tók ég eftir í ársreikningum 2021 fengur lagt inn á sig sko 699 af því. Það var sem sagt kostnaður sennilega við útboðið hefur verið þarna 25-6 miljónir þarna á milli sko. Það ekki býttu nú við, var ekki Arion banki með þetta? Jó. Vinnir, það alltaf einhver skráður analisti frá þeim. Já. Fyrir öllum tilkynningu sem kom út. Nú það, já. Það svona eitthvað húsavitni. Þau eru að monitora þetta bara fyrir þau. Við erum að fara að senda út tilkynningu. Við okkur vantar vitni. Húsavitni. Manstu ekki eftir þessu þegar maður var í fótbolta? Nei. Það var alltaf hérna... Hvar varst þú að spila fótbolta? Árbænum, Ártúninu. Nú, já. Já. Við vorum svo dannaðir hérna. Já, ég man ekki eftir þessu. Manstu ekki eftir þessu? Þetta var ekki hérna... Jú, þá svona, heyrðu, velja tölu, 0-100. Kemur alltaf, ég ætla að vera vitni. Og upp á einhver segi töluna, svo kemur næst, ég ætla að vera húsavitni. Já, nei, ég man eftir vitni, en þetta húsavitni hef ég aldrei heyrt. Er ég bara að bulla það? Já, örugglega. Þetta hefur verið eitthvað bara sér... Ég var svolítið húsavitni. Ég var alltaf húsavitni. Er það svona vitni 2 þá? Já, ég var að vitna vitni. Ok. En ok. Látum Takk fyrir þetta innlegg. Herri, já, en sko... Arion banki er semst húsavitni þarna. Nei, frumvitni. Vitni, bara í þessu... Eru við húsavitni? Jafnvel. Út af því að þeir vitnaðum þá og við erum að vitnaðum þá núna. Já, segjum það. Herriði, full flóki. Yfirferð mín í dag, hún verður kannski svona frekar... Snubbót. Já, svona óhefðbundin, sérstaklega náttúrulega ljósið þess að fyrirtæki hefur einhvern veginn ekki ennþá náða svona meika það. Nei, þú ert reiður. Já, svona, þú veist, bara, ég segi svona, svo má orðið komast, meika það. Þú veist, þau hafa ekkert verið að fá einhverja bilaða tekjur þó reksturinn sé búin að vera í gangi vissulega frá 2013. Ég ætla samt sem áður að renna þeim svona lauslega yfir hálfsársuppgjörið þeirra fyrir fyrstu 2 fjórðungana 2022. Þetta er þá náttúrulega fyrsti 2022 reikningur sem að við förum í. Já, þú veist, þetta er náttúrulega ekki ársreikningur, þetta er hálfsárs. Við snertum aðeins á systrónum, högum, festi og þeim á sín tíma. Já, við hefum eitthvað snert á þeim. Já, vissulega rétt hjá þér. En, já, ok, þá fellur það sjálfsig. Já. Og kannski annað eða þriðja. En förum aðeins yfir bara örstutt hvað Solid Clouds er. Þetta er tölvuleikjafyrirtæki. Stofnað árið 2013 af 2 Stefánum og 1 Sigurði. Já. Annars vegar Stefáni Gunnarsinni sem er núverandi framkvæmdastjóri og hins vegar Stefáni Björnssinni sem er fjármálastjóri. Já. Og svo er það Sigurður Arnljótsson. Fun fact. Hann er einn af meðstofnundum og fyrrum forstjóri eða framkvæmdastjóri CCP. Já, fun fact. Þetta voru basically allir punktandi mínir Solid Clouds. Nú, ok. En ég er með auka punkt. Sigurður Arnljótsson er nefnilega ekki nefndur á Wikipedia síðu fyrirtækisins. En hann er á heimasíðu. Já, einmitt, ég sá þessa umfjöllun sko. En ég ætla kannski að bara þá hleypa þér núna í bara svona, söguna og iðnaðinn aðeins. Við viljum renna þessi fyrir iðnaðinn. Brýta aðeins upp á þetta. Þetta er nú bara það sem að kemur með okkar kynnslóðan undan, tölvuleikir. Hvað er þetta? Hvaðan kemur þetta og hvert er þetta að fara? Einmitt. Þannig að ég fór í smá svona grúsk bara í rauninni business model tölvuleikja, þróunna, hvert við erum komin.
og svo kannski hvort við náum einhvern veginn að kreista einhvern svona skilning á Solid Clouds út frá þeirri yfirferð. Það er mjög ólíklegt, en við sjáum til. Ég er allavega á húsauðni hér í þessari yfirferð. Sko, fann hérna grein sem vildi setja þetta mjög einfalt fram. Í grunninn eru 3 aðferðafræðir í öllum iðnanum til að búa sér til tekjur. Það er A, það er að búa til leikjavélarnar, historically. Sem sagt bara þeir sem assembla er og búa þeir til. Það sem kallast Game Engine. Já, voru við að lesa sömu grein eða? Nei, bara Game Engine, þetta er bara þekkt. Þú veist, þetta er bara... Og í dag, með digitalization, eða stafrænni væðingu leikjaðinarins, þá er nefnt hérna eitt lítið fyrirtæki nafni Unity, sem er í rauninni orðin þessi grunninnviður í gaming consoles, eða gaming engines. Þeirra vara er í rauninni bara Game Engine. Þú getur á þeirra plattformi búið til þitt eigið Game Engine. Já, einhvers konar bakenda hugbúnaður sem að mér skilst, þetta var reyndar 3 ára gömul grein, að sé 40% af öllum svona mobile games í heiminum. Sérstaklega frá Unity. Já. Þeir eru mjög stórir, sko. Ætli Davíð myndi nenn að koma að tala við okkur, eða? Var hann ekki eitthvað stofnundunum? Hefur hann ekki eitthvað betra við tíma sinna að gera? Ég veit það ekki. Djúvill var ég gaman að fá hann samt. Já, ég var ekki búinn að spá í því, en það er allavega, það sem er uník er að það er Íslendingur, einn af stofnundunum, Davíð Helgason. Sko, svo er það gaming consoles, það er að selja leikavélarnar sjálfar, Xbox, PlayStation, búðir og svo framvegis. Síðast en ekki síst, þá er það bara að búa til leikina og vera svona hugmynda, hönnunar, uppskrifta húsa leikjum, sem bara tölvuleikja fyrirtæki. Og þetta er svona ekki tæmandi listi, en einföld útskýring á virðiskeðinni. Já. Ok. Á þessum, 3 módelum. Já, upprunlega, hérna erum við komin aftur til 1970. Þá snerist þetta allt út af það bara að selja tölvurnar á svo gott sem kostnaðarverði og reyna svo að klípa af hverjum seldum leik. Þar var framleiðin þín. Dreifilegir í gegnum síma og fleira hafa svo breytt þessu módeli og í rauninni alveg snúið á haus. En stutt sögur recap, þekkirðu orðið P2P? Nei, PTP. Nei, er þetta ekki peers to peers eða eitthvað? Pay to play. Já, pay to play. You pay to play. Pay to play. Akkur, ég hef heyrt eitthvað peers. Já, ég er náttúrulega klúraðis með að segja eitthvað P2P. En þetta er það sem að Pac-Man reið á vaðið með. Og hugsaðir, Pac-Man náði að velta $3,5 milljörðum til ársins 1990. Og þarna var hátt hardware kost þannig að mestu áttu bara fyrirtæki spilakassa, bara eins og var spilasalir og fleira. Og þarna komu fyrstu microtransactions, þar sem að þú varst alltaf að sitja bara aura og krónur til að fá að spila. Pay to play. Ertu að segja mér að þeir hafi Pac-Man var 3,5 milljarðir bandaríkjadólara við það? Fram til ársins 1990. Fyrstu 20 árin var þetta Pac-Man og það voru einhverju fleiri og þetta var allt í spilakussunum. Já, bara í aurum. Já, basically. Microtransactions. Bara í coins. Já. Þetta er enda stórmerkilegt. Já, upp úr 1980-90 þá verður innreið heimilis tölvunar sem breyti því að nú fór hver sem er að vera með tölvu og diskadreif heima fyrir. Þú varst ekki að fara, þetta er bara eitthvað sem við höfum aldrei þekkt, auðvitað kíkjum við í Arena og Ground Zero til þess að spila með vinnunum. En við höfum aldrei þekkt það að við þurfum að fara eitthvað til að vera í spilakassa til að spila eitthvað leik. Nei, alls ekki sko. Já, upp úr 1980-90. Maður gerði þetta í Keiluhöllinni, en maður fór ekki í Keiluhöllina til að spila. Nei, það var svona auka, add on value. Allavega, bæði heimilistölunar og þarna ríða vaðið Nintendo, Atari 2600, Sega, Sony, svo koma að lokum Microsoft Xbox og Sony PlayStation. Hérna var normið að framleiða leikina og svo bara selja það on the counter. Þarna eru diskarnir mættir, húsin eru bara, eins og ég segi, bara þróa leiki, setja í diska og svo er verið að selja þetta út í búð. Fólk keypti diska og átti leikina til að koma nýjir eða þeir voru uppfjærðir. Sama pay-to-play módel. Í dag er svo nýtt módel búið að taka yfir. F2P. FTP, hvað er ég að klúra þessu? FTP, byrju, F, eitthvað to play, auðvitað, en byrju? Free to play. Já, en þú veist, FTP. Þú veit að, er ég að fatta þetta ekki? Já, allt í lagi. Og ég er svolítið, svona sögurskýringin kemur bara frá 2000 til ársins í dag. En í dag erum við komið með það sem kallað er 8. kynslóðar konsól sem eru Xbox One, PS4, er ekki PS5 komið núna? Þetta er 3 ára gömul grein, nútíma tölvur og baboom, leikir í appi í símanum. Og þetta er færslan yfir í digital og það er í rauninni ekki lengur hægt að finna eða kaupa neina diska nema og sért bara í svona, hvað heitir þetta aftur?
svona einhverjum bara gömlum. Já, ég meina það eru seldir alveg diskar ennþá í Elko og svona sko, en þetta náttúrulega rosalega mikið farið fram núna í gegnum, þú veist, gegnum Steam eða PlayStation Store. Já, það er það sem ég að koma að sko, iðnaðurinn hefur rauninni þróast úr því að vera vörudrifin, þar sem þú varst að kaupa vöruna, yfir þetta þjónustudrifið. Digital eitthvað svona. Og ég er með stat, 10 ára tímabilinu, 2009, þá voru 20% af öllum tölvuleikjum seldir á netinu í Bandaríkjunum. 2019, 10 ára setna, þá voru þetta 80%. Já, vá. Hvenær fór BT-músin aftur? Hvernig var henni slátrað? Já, það er nú eitthvað síðan. Man nú ekki nákvæmlega, sko. Þú manst eftir? Já, auðvitað man ég eftir BT. Á, gaman að fara þangað? Já, ég dýrka það. Já. Þetta var 18. Mátti ekki fá Grand Theft Auto. Já. Kaupið þetta bara á netinu. Já, ég segi það, sko. Nú geta allir komist í þetta. En sko, ég byrjaði þetta ekki dálítið með Fortnite, Jú, sko, ég hljóp aðeins og hratt yfir free-to-play módeli. En í dag fer ekki út í búð til að kaupa leik, heldur 95% líkur á að þurfa að fara í gegnum leikjahöll. Sem bara marketplace. Litla gróða maskínur, þannig að þú átt PlayStation, þá fer í gegnum Sony marketplaceið. Á PC 12. Á PC. Þá er það Steam sem er stærst. Apple Store og Google Play í símanum. Og þessar svona leikjahallir eða marketplace taka jafnaði 30% af söluverðinu. Þannig að business modeli í dag þetta orðna dreifileiðirnar ef þú átt þessar tölvur. Svo er það að aukast að framleiðendur eru með eigin síður til að selja beint. Og það er tekið EA Sports eru með Electronic Arts Origin og Blizzard er með Blizzard Battle.net. Og svo sagði Bjössi mér frá einhverju einu sem Riot Games. Þeir eru víst að vera stórir í þessu. Riot Games. Hvað er það? Þeir eru stórir, þeir eru held í Skotlandi eða Breitlandi eða Írlandi eða eitthvað. Það eru svona risadir. Já, þeir eru stórir. Þeir eru að auka að selja bein. En hvað með þetta free to play? Árið 2017. Já, þeir eru með League of Legends. LOL, síns mér. Já. Árið 2017 verða kaflaskil í stærsta tekjumódelinu í bransanum. Og þá í rauninni svissast það að free to play verður algengasta tekjumódelið. Já. Og það er árið hvað segirðu? 2017. Já, það er bara Fortnite. Ég held að Fortnite sé að riðja sér til rúms 2017. Já, segur. Þá fyrir fólk sko, þá er þetta orðið bara aðal priority að gefa út fría leik, byggja upp eins mikið massa af spilurum, audience, og svo er þetta að gera út af það að selja það sem er kallað DLC. Ég nenni ekki að láta það giska það. Það er downloadable content, sem eru bara vörur inn í leikjónum. Þetta eru byssur, hulstur, grímur, skins. Og það er tekið upp á næsta level með útgáfa Fortnite sko. Já, og sko frá 2017 þá tekur þetta tekjumódel yfir og hefur síðan gefið meiri aur í sölu á leikjum heldur en at the box. Og núna síðast, önnur grein 2021, þá var tekið af þessu 29,8 miljardar bandaríkjadollara á móti 8,4 miljardar dollara í bara að kaupa leikina. Þannig að free to play, þú nærðir miklu meiri massa af fólki. Og svo við komum inn á það líka eftir, svo eru svo kallaði kvalir, 5% notenda geta staðið undir alltaf 50% af tekjunum. Já, shit. Það eru það litlu pabbistrákarnir með kreditkortin. Jável sem eða börnin sem stelaði af foreldrunum. Það var alltaf að koma einhverja fréttir að einhver börn hafi eitt fleiri 20.000 í einhvern leik. En eitt í þessu, með þetta, hvað kallar þetta? Computer content-anna, eða hvað sagður þarna? Þannig að með þessa muni Ég ætla ekki að sjá mig Downloadable content, já. Þetta er sko náttúrulega alveg búið að vera lengi þekkt eins og í CS, Counter-Strike. Já, akkurat. Og þannig að þetta er í rauninni ekkert nýtt á nálinni. Ég er með lokapunktum þetta líka og þú ert búin að nefna Fortnite. Besta dæmið af þessu og það sem innifylgur þessu það sem kallað Season Passes. Já. Sem ég átta mig ekki alveg á. Sko, Lemmer. Þú ert bara vitni, ég er húsvitni. Það er tekið dæma því þegar Fortnite seldi Season Pass árið 2018 þá tóku þeir $50 million á fyrsta degi. Já. Sko, og ég Jæja, þá er komið að þér. Ég ber að hluta til ábyrgð á þessu. Já. Og sko, nú hef ég aldrei og hvað er þetta Season Pass? Aldrei, þú veist, ég er ekki mikil tölvuleikakall. Var það þegar ég var yngri að þú veist, þá var þetta aðalega Football Manager og svona einhverju leikir eins og Age of Empires og nánar í það á eftir. Já. En ég let glepjast þarna í Season Pass í Fortnite árið 2017. Hvað er þetta? Þú þurftir að kaupa þetta og þú fékkst einhver svona skinn og eitthvað dót, skilur. Gassant alveg spilað, sko. En þú þurftir að passa, man ekki, það var einhver ástæða fyrir því að ég keypti hann. Ég man ekki, kostaði 1000 kall eða eitthvað.
En ég hugsaði með mig bara að þetta eitthvað sem ég held ég myndi aldrei gera, sko. Já, ég veit ekki ennþá hvað þetta Og ég hefur rauninni aldrei gert það síðan og hafði aldrei gert það fram að því, sko. En þetta var bara eitthvað til að geta spila með strákunum, sko. Þú veist, þetta var alvöru stemning í kringum þetta, sko. Og bara svona til að spila inn í umfjöllunum eftir, Solid Clouds að búa til leiki sem eru free to play, að reyna að keyra á svona módeli. Sko, nokkra spár hérna framtíðina, ég alveg að vera tæmdur. Það talað að þetta muni að einhver leiti færast yfir í subscriptions. Fólk færi bara að borga í meira mæli mánaðargjald. Annarkvort beinti framleiðanda eða í gegnum marketplace-in. Síðan tekið dæmi hérna, player-to-player marketplaces eru að verða til og það tekið dæmi að hérna í World of Warcraft að eyða sumi leikmenn heilu dögunum í að grafa eftir gulli hérna innan þetta eða farm gold through killed enemies. Þá ertu einhvern veginn held ég að lúta bara ræna dauða í leiknum eða eitthvað og svo ferðu á svona third place marketplaces og reynir að selja öðrum góssið. Fyrir hvað, pening þá eða fyrir svona innanleikja pening? Sko þetta hybrid, það að færast að þú átt kannski bara flotta exi í World of Warcraft en World of Warcraft á þessum tíma var ekki með svona marketplace þannig að þú varst kannski að fara á bland og segja heyrðu á exi úr World of Warcraft og einhver myndi kaupa af þér á krónur og það millifærið og þetta svona grár markaður og það fylgdi hérna sögunni að í flestum stórum leikjum þá ertu bannaður eða kemst upp á sér staði þessu. Já, það er svolítið. Að lokum, það bent að það svo mikill vöxtur í spilin og tölvuleikjum bara hjá kynslóðin sem að koma eftir okkur að auglýsendur eru hættar að sjá virði að auglýsa í sjónvarpi eða annarri efnisgerð og horfa nú hýru auga til tölvuleikja til að komast fyrir fram að spilara. Athyglisvert. Það kemur fram í kynningu Solid Clouds að tekið tölvuleikja mun á næsta árum taka fram úr tekjum í sjónvarpi verða $175 miljardar. Þá mun þetta væntanlega færast bara yfir í svona eins og Spotify-mótilið. Þú getur spila frítt en þá bara verið að negli í auglýsingum. Já, getur verið. En svo kannski ertu beðin bara að fara í áskrift og þar að leiðandi sleppur við auglýsingar það, sko. Þú veist, eins og Spotify, sko, þú veist, maður keypti sér Spotify á sínum tímum bara því ég nefndi ekki að hlusta á þessu auglýsingar, skilurðu. Akkurat. Ég vildi, þú veist, maður var einhvern veginn tilbúin að borga þetta bara fyrir það, sko. Algjör lokapunktur hérna þennan iðnað. Annað sem fylgdi ekki í þessari kynningu, þetta tengist meira búa til tölvuleiki, selja þá, jari. Svo þetta hybrid sem að koma núna, sem bara e-sports, sem í rauninni bara íþróttir meets tölvuleikur. Og þá gefum við náttúrulega shoutout á okkar mann í Dusty sem að með fyrsta og eina einkarekna liðið. Þeir voru til dæmis með hærri tekjur heldur en Solid Clouds á síðast ári. Og þeir eru samt bara með lið að keppa í tölvuleikjum. Það er náttúrulega, Og afleiðingin af þessu einu að það fyrir að vera svo mikill áhuga að horfa á lið keppa að ég las bá og heyrði þú veist fekk það svo bara confirmed að þetta gæti til lengri tíma litið haft þau áhrif að eins og einhver hjá Solid Clouds það fyrir að breyta þeirra hegðum við að búa til leik sem verður kannski keppnisvara þannig að lið fara að búa sér til heyrðu, við viljum keppa í Starborn þá fyrir við á Twitch að streyma því þá eru fleiri sem vilja horfa á það þá er komið vettvangur til að kaupa auglýsingar eða selja auglýsingar í kringu liðið, í kringu leikinn. Það er náttúrulega tekjur af svona liðum eru svo auglýsingadrifnar eins og staðan er núna. Já. Og náttúrulega alltaf öðru sem módelu þetta heldur en Starborn er í núna. Já. Bara alltaf önnu vara. Sorry, þá loka ég bara mínu, bara rétt að snerta á iðnanum hérna heima. Þá gerð helviti góð skýrsla 2019, þá voru 345 starfsmenn innanlands að vinna í þessu. Og tekið hérna, ég þóla reyndar aldrei svona, þeir tekið svona skýrslan 2019, en það tekið tímabili 2009 til 2016. Já, sem hefur þá örugglega verið eitthvað afburða gott tímabil en tekjur fara úr 7,5 miljardum upp í 14,5 miljard króna sem útflutningstekjur og mér skilst nú að CCP hafi verið langstærst af þessu frá 2014 til 2017 var reyndar Plain Vanilla aðal Talk in Town en svona bara til að tala um iðnaðinn hérna heima þá virðist vera mikil gróska og gerjun helviti mörg leikja stúdíó til að nefna nokkur Mirkur Games, Solid Clouds, eitthvað sem heitir Klang sem held ég reyndar skráð í Berlín en að miklu leyti Íslendingar svo sá ég eitthvað sem heitir Parity og held ég skráð á Egilsstöðum Þínum heima högum en allavega það 20 tölvuleikja fyrirtæki starfandi hér á land dag Já, svona mörg Já,
Athyglisvert. Þú tókst alla punktana mína Solid Cloud sem voru bara beint af heimasíðu fyrirtækisins. Þeir voru nú ekki margir. Þeir hófu þróun á leiknum Starborn 2013. Já, ég nefndi það hérna aðeins áðan ef einhverju var ekki... Veistu á hverju hann byggir? Á hverju hann byggir? Unity-vélinni. Unity Engine. Er það? Já, hvað er það að nota með þetta? Árið 2021 þá höfðum 400.000 mann spila Starborn í snjallsíma og tölvu. Og hérna í fyrra stendur að hafa átt að koma út leikurinn Starborn Frontiers sem fór í beta-testing. Já, ég skal koma inn á það. Já, þú kemur inn á það. Ég skal koma inn á það. Ég ætla bara að segja hérna rétt á logum. Fyrst að við erum að reyna að gera þetta almennilega. Leikurinn blanda 4X og Multiplayer Online Real Strategy. Já, ég líka með það. Og 4X eru svona leikir þar sem ef ég skildar rétt bæði turn-based og real-time strategy. Þú ert að sko, í rauninni að þú ert að byggja veldi, svona empire. Það er þetta 4X sko. Snitt. Ég kem nánar inn á það eftir hérna, það er saga að segja frá því. Það var að Solid Clouds allavega. En já, hefur þá lokið yfirferð í bili. Take it away, young man. Sko, við ætlum, eins og ég segi, aðeins að fara bara í, bara svona rétt að dreipa á 2022 hálfsársuppgjörunni hjá þeim. Já. Sem sagt 1. janúar til 30. júní 2022 og þar eru í rauninni bara vonbrigði á vonbrigði ofan með það sem kemur fram í útboðskynningunni hjá þeim hérna frá því fóru fyrst á hérna markað í fyrra, eða First North. En sko, byrjum aðeins á rekstrarreikning og nú ætlum við að hafa hann í boði Jómfrúnar. Já. Þar Jakob að smyrja allan liðlangan daginn ofan í gesti og gangandi. Það líka síldarvertíðin hafin. Það að landa gullfallegri síld fyrir austan og bara flest allt land. Og ég get ekki beðið eftir að komast í þessa síld á Jómfrúnni fyrir jólin. Við förum þarna saman og tökum eitt síldaplatta. Já, ekki spurning. Ég ætla með þessa mókonni með síld. Ég ekki mikill síldamaður og hef ekki verið hingað til. En ég held ég verið að gera núna. En þetta auðvitað mekka, viðskipta og samninga. Já. Jómfrúin. Og ég fekk mynd helgina. Já, það? Já, menn að hefja viðskiptasamband. Að sjálfsögðu teki yfir einum öl á Jómfrúnni. Auðvitað. Það er svona, örugglega allavega 40% af öllu viðskiptasambandum á Íslandi hafa fengið að, hvað segir, það er kannski mikið að segja að þau hafi verið búin til á Jómfrúnni. Já, þau hafa fengið að gerjast á Jómfrúnni. Þetta er svona eins og að finna fjögur á Laugarsmára. Það veit á gott að byrja viðskiptasambandið þarna. Ég segi það. Svo rekstu stundum að ráðherra. Stundum, ég bara, síðust 2 skipti sem ég farið, verið ráðherra. Alltaf ráðherra. Það bara klikkar ekki. En svo það jólhaldsbúrinu auðvitað og þú, kæri hlustandi, ert líklega orðin og seinn, en aldrei að vita. Nei, mæli með að hringja. Bara heyra í þeim. Herðu, við þökkum Jómfrúnni að sjálfsögðu kærlega fyrir. Herðu, já, en eins og ég sagði hérna áðan, rekstrarreikningur og bara reikningurinn eiginlega bara bullandi vonbrigði. Tekjur félagsins á fyrsta árshelming 2022 eru 11,6 milljónir. Samkvæmt sko útboðslýsingunni hjá þeim, eða útboðskynningunni öllu heldur. Þá áttu tekjur félagsins að vera orðna tæpar 300 milljónir og tæplega 20 spilarar farnir að spila. Það er auðvitað erfitt að finna spilara þegar leikurinn er ekki komin út, sjáðu til. Akkurat. Sko, Solid Clouds ættu að gefa út leikinn Starborn Frontiers á öðrum ársfjórðung 2022. Akkurat. En svo staðan er núna á 4. ársfjórðungi. Já, við erum komin á 4. ársfjórðung núna. Þá er einungis búið að gefa út svona þessa, eins og hún nefndir áðan, lokuðu beta útgáfu af leiknum. Já. Svo ég sem hluthafi bara kallaði eðlilega eftir svörum hér, sko. Akkurat. Það er lítið sem ekkert af upplýsingum að finna á heimasíðunni þeirra framvinduleiksins. Síðast hérna er þetta í lok júní, þá er tilkynnt einmitt þessa lokuðu beta útgáfu. Fyrir utan það hefur í raun ekkert komið inn frétt hjá þeim heillengi, ein frétt hérna þar sem við segjast vera að hefja að pröfa á leiknum í Asíu, það var í janúar. Já. Ég ætla þó ekki að hérna það tekur tíma, þetta flöskuskeiti. En þú veist, eins og ég segi, það er strax ekki byrjað að stemma sko útboðskynningin og hérna raunveruleikinn sko. Þú vilt meina að þessi kynning sé að eldast eins og mjólkurstofu þetta. Já, smá. Súrnar með hverjum deginum. Ég held að það sé bara mjög vel á orðið komist. Já. En svo er hérna ein frétt þar sem við segjast hérna sko, og ég ætla að gefa þeim það eins og þú nefndir á það með þetta 4X
þetta er frétt frá ágúst í fyrra, þá er tilkynnt að þessi fyrsti leikur þeirra Starborn Sovereign Space hann var valinn á meðal bestu 4X strategíuleikja og eins og við nefndum á þann, þá er þetta svona þú ert að byggja upp veldi, það er konseptið með þessu 4X og ef einhver kannast við leikin Age of Empires það er til dæmis talað hann sem 4X leikur, Civilization og eitthvað, en þú veist Age of Empires, þið vitið þá hvað ég meina það er örugglega eitt besti leikur bara sem ég hef spilað og verið gerður, þessi leiku var náttúrulega bara æska mín sko. Já, þú varst ekki til Red Alert? Nei, nefnilega ekki þú varst eitthvað að tala um Red Alert, ég var samt eiginlega alltaf bara húsavitni, ég fekk bara að horfa á var heima á vinnum mínum svo voru þeir voru að spila og ég var bara vitni að það gengi vel þeir lyftu mér ekkert í músina en svo voru náttúrulega leikir eins og Rome Total War eða bara Total War leikirnir og svo Diablo og Heroes og einhverju svona sko varst það ekki til Duke Nukem? Nei, Duke var það var einnig svona first player þetta voru svona strategíuleikir sko, það sem þú þurftir alltaf að vera að byggja eitthvað upp sko, ég dýrkaði þannig leikir þú ert nú þetta bara svolítið líkur Duke Nukem já þetta er alveg ferlegt lúk en allavega stórglæsileg viðurkenning fyrir fyrirtækið en þau verða auðvitað að fara að gefa út þennan nýja leik já, þú býður spenntur já, hamra járni með það er heitt, ég meina þau eru að fá þarna viðurkenningar svo fá bara líka að vita hvað er að gerast þarna Býtu, í hvaða flokki var þetta? Ég var að googla hérna best 4X games og ég finn ekkert þau já, þetta var sko einhver viðurkenning frá einhverjum, þú veist, það eru væntanlega marga viðurkenningar í þessum flokki einhverjar síður sem gefa, en allavega þau voru þarna með Civilization sem er örugglega bara einn frægasti já, það var annars svona skemmtilegur Herðu, en já, eins og ég segi sko, rekstrarreikningurinn er í rauninni ekkert það spennandi, svo ég ætla bara Nei, ég ætla bara að skauta yfir þessar helstu stærðir EBITDAn, hún er neikvæð 8 milljónir en ef ekki væri fyrir sko eignfærslu og þróunarkostnaði þá væru þau í bullinni sko, því að þá væru þau bara í margfalt neikvæðir EBITDu svo er afkoman neikvæð 26,3 milljónir og enn og aftur vil ég benda á að hér er búið að eignfæra þróunarkostnað sem að meðal hans fellur undir sko laun og kostnað við leikjahönnun í rekstrarreikningnum Ég vil tekið samt hattin ofan fyrir framleiðsluna á þessum leikjum hefur séð handritshöfundar, búningahöfundar þetta er svakalegt operation þetta er aðalega bara laun og svona bara almennu kostnað við leikjahönnun sem er alltaf eignfærður sko bara upp á skattafrádrátt og rannís og fleira en svo með styrkina mér langaði aðeins að fara yfir það sko, að þau eru náttúrulega að fjármagna sig gífulega með styrkjum og nýjum hlutafé. Já, akkurat. Og sko það svona fór ekki alveg saman hljóð og mynd sko með styrkina því að þeir eru dálítið faldir í ásendingunum. Já. Svona stundum er komið inn á það, stundum fallaðir undir eitthvað sko, eitthvað annað en í fyrra fenguðu til dæmis styrk upp á 102 milljónir og sá styrkur fór allur til lækkunar á eignfærum þróunarkostnaði og þá var styrkurinn bara skráð sem 0 krónur og en allavega sko samkvæmt mínum útreikningum og ég vil taka það fram, þeir eru ekki alveg 100% en sko innborgar hlutafé, ef ég fer bara yfir sjóðstreymi sem ég gerði allra ársreikningana þá er innborgar hlutafé samtals maður sjá var þetta ekki 1 eitthvað? Jú Þetta er bara eins og að byggja vögg á Egilsstöðum. Já, það var allavega sko innborgar hlutafé var 1,4 milljarðar ef ég summera það allt upp frá 2014 í rauninni og náttúrulega í fyrra kom 700 milljón króna innspýting af þessu bara úr vasa mikið bara úr vasa almennings við útboð. Nú styrkir það sömuleiðis fer ekki kannski alveg saman hljóð og mynd þar en sko þetta innborgaði hlutafé líka eins og ég segi, ég summera þetta allt upp en það þarf ekki endilega að vera því að menn geta, þú veist, hlutafé getur lækkað alveg eins á milli ára en þetta er allan það sem búið að borga inn samkvæmt sjóðstreymis yfirliti. Styrkirnir, þeir eru samtals 368 milljónir ef ég tek það saman og þetta eru samtals í kringum svona 17-1800 milljónir sem að búið að dæla þarna inn í formi hlutafjár eða styrkja. Það var náttúrulega búið að þinna út eigenduna
talsvert, Stefánuna 2 og hérna hann Sigurð og ef ég bara líti í sko nýjasta útgefna ársreikning bara hérna 2021 ég get náttúrulega séð þetta líka bara í 2002 þá Stefán Gunnarsson hæstur með 10,45% Sigurður Arnljótsson með 4,12% og Stefán Þór Björnsson með 3,78%. Þannig að þeir samtals halda í rauninni undir 20% núna í dag. Eitt áhugavert, bara út því að má ég henda einum tekjuhugleiðingum hérna inn. Samkvæmt kynningunni, veistu hvað veltan hefur mætt að vera í Q4 ef allt gengir fram samkvæmt áætlun? Núna í Q4? Já. Örugglega hvað 500 held ég. 750 milljónir. Já, einmitt. Þú veist eins og ég sagði, þeir áætluðu Q2 vera í kringum 300. Það borgar sig að vera á tíma í þessu? Já, algjörlega. Auðvitað, ég meina, þetta það svo lítið að þetta er svo sensitíft, skilur. Stundum gott að vera fashionably late, ekki tölvuleikir. Nei, því að þú ert bara að brenna pening. Við komum nánar inn á það eftir. Skal taka það fyrir sérstaklega eftir. En þetta sko, ok, svona lítur rekstrarreikningurinn út, hann tómlegur, væga sagt. Hvað heldur eldspýtu kostnaði síðan? Býtu? Já, meina það. Já, bara ég að brenna. Djúpur þessi. Kannski að við finnum það í sundurliðunum eftir. En já, eins og ég segi, hann tómlegur rekstrarreikningurinn, en eins og ég segi, það ástæða fyrir því auðvitað og það bara það ekki búið að gefa út leik. Tekjurnar þeirra núna í ár eru, eins og ég sagði, kringum einhverju 11 milljónir og 11,6 og það í rauninni tekjur bara af leiknum þeirra fyrsta. Já, Starborn. Já, í rauninni Starborn, Sovereign leiknum. Sovereignty. Já, og sko, hann var hærri en svo það þannig bara í þessum bransa leikir hafa bara ákveðin líftíma sko og þar af leiðandi hafa þess að tekið lækkað en við erum bara að bíða eftir nýja Starborn-leiknum Frontiers, þá fer þetta kick-in. Herðu, þetta illa spennandi að fylgjast með þessu, þetta eru svakalega tölur ef að til text. Já, ég segi það. En við skulum flytja okkur bara yfir í efnahagsreikningin og sjálfsögðu höfum hann í boði Keldunar í dag og við viljum minna fólk á það að það frítt á Keldunni með kóðanum PINGJAN. Áskrift út 31. október. Það verður ekki áhuga að halda áfram og getur sagt því upp. En Keldan náttúrulega bara gjör svona grunnstóð í allri okkar starfsemi. Við værum ekki hérna án þeirra í rauninni. Já, og bara til að adressa tvennt. Það uppsjálun í PINGJAN. Og til að adressa hitt. Það búin að vera á kreikis í orðrómur þig með þetta. Að það var hérna forstuðumar handtekinn. Það var sem sagt áfangaheimilið Dingjan, ekki PINGJAN. Arnar tengist þessu mál ekki neitt. Bara til að adressa það. Það PINGJAN með uppsjáluna og PA. Og það gefur afslátt á Keldunni. Það gefur afslátt á Keldunni, takk fyrir þennan. Ekki Dingjan. Nei, emitt, eins og ég sé, og í þessari áskrift þá allur fjandinn hægt að gera og meðal annars það sem við notum hvað mest að ná í ársendinga á rafrænu formi. Sem náttúrulega bara gargandi snild. Á ég að henda mér eitt verðmand á SolidCloud, bara snögt? Já, bara, þú veist. Já, ég til. Bara verður bara með að tilbúða. Já. Nú, ertu tilbúið núna bara? Já, gef mér eina myndu. Herðu, efnahagsreikningurinn. Hann aðeins áhugaverðari, heldur rekstrarreikningur. Og þar undir eignum þessi uppsafnaði þróunarkostnaður upp á 843 milljónir, takk fyrir. Og eins og ég sagði á hann, þá þetta uppað sem oft mæld í launum starfsmanna og sko það í rauninni svo þetta vill oft vefjast fyrir fólki, þessi eignfæra þróunarkostnað þetta en þess að flutt yfir á efnahagsreikningin undir eignir og kemur til frádráttar á launaliðnum. Þannig að það lítur þannig út á rekstrarreikningi eins og þau hafi ekki greitt út nema einhverja 2 milljónir króna í laun á þessum árshelming. En svo fer auðvitað fjarri í skýringunum kemur fram að launaliðurinn talsvert hærri. Það var eitthvað yfir 100 milljónir en svo bara þessi þróunarkostnaður rauninni dregin frá því og lækkar þarandi launaliðin niður í 2 milljónir. En svo annað merkilegt undir veltufjármunum og það handbært fé fyrir 385 milljónir og ég fór því að forvitnast bara hver staðan á handbæra fénu hafi verið hjá þeim í lok árs 2021. Já, skemmtilegt. Og það voru tæpar 570 milljónir svo hér á hálfu ári lækkun 185 milljónir á handbæru fé. Á 6 mánuðum? Á 6 mánuðum og ef við förum í sjóðstreymisyfirlitið þá sjáum við að þar vegur þróunarkostnaður mjög þungt til lækkunar, 180 milljónir króna.
Þannig að þetta eru 30 milljónir á mánuði í bruna. Já, bara eins og ég nefndi hérna áðan að þá eru þau ekki búin að gefa út leikinn og litla sem enga tekjur og því má í rauninni segja að hér sé bara peningabruna að ræða. Allavega í augnablikinu, en auðvitað þetta vara sem þau eru að búa til og geta væntanlega selt þennan hugbúnað eða þessa game engine, leikjavél, ef illa fer geta væntanlega selt þetta á einhverjum prís. Já, akkurat. Þetta er cost of doing business. Já, en svo hér kannski ekkit fullkomið bruna að ræða en það allan að fara að ganga harkalega á pingjuna hjá þeim og það gerist hratt. En svo, það gengur ekkit að vera fashionably late í þessum bransa, sko. Nei, það verður störa. Þannig að ef þetta á að bíða mikið lengur, þá þurfa það bara að fara í annað útboð, sko. Fá einn meira hlutafé og þá þinnir það hlutafa eins og mig og það líst mér ekki vel á. Nei, akkurat. En, já, þess að ég segi, fengu inn 700 milljónir í síðasta hlutafjárútboði. Svo þið sjáu það, þetta er fljóta fyrir. En annars, já, svona frekar fátt fína drætti hjá þeim. Það er náttúrulega búið að dæla í þessu hlutafíi gegnum tíðina svo þau geta státað sér eitthvað bara stórkostlegri eiginfjárstöðu, 96,8%. Engar skuldir svona sem vert að minnast á í þessu. Þetta er allt bara drifið á styrkjum og hlutafíi. Og það var í rauninni bara svona það helsta sem bara góma í þessum efnahagsreikningi. Það var handbæra fíð og þessi eigfæri þróunarkostnaður. Ég veit eiginlega ekki hvort það sé á einhverju fleira taka, sko. Þannig að, ert þú með eitthvað verðmat á þessu? Já. Ertu komið með það? Já, það er náttúrulega EBITDA-markvaldurinn virkar því miður ekki hérna. Nei, ég er með áætlað EBIT úr þeirra kynningu fyrir 2020. Ok. Og sinnum 7. Ok. Það er 11,2 miljardar. Já, þú ert að vera með þetta á það. Nei, ég get eiginlega ekki gert það. Svo er náttúrulega, sko, Jakobsson. Já, ég heldur treystum bara honum. Hann mati þetta á þarna í kringum hvort það verið 2 miljardar? 2,4 held ég. 2,4, já. Sem að er bara flott. Já, hann gaf sko sér þá forsendu að það væri 50% líkur á að þetta myndi ganga upp. Já, þetta er komið í það. Ég var einmitt að hugsa hvað allir þú sittir í þann faktor upp á bara áhættuna að þetta verði að veruleika. Það er bara líkindin, sko. Það vegur inn í módelið hjá honum, sko. Já. Og en bara svona aðeins til samantæktar í þessu, þetta er náttúrulega í rauninni ekkert solid við þetta. Unsolid clouds. Þetta er bullandi óvissa og auðvitað vonbrigði fyrir hluthafa að þau séu ekki að halda sig við rétta tímasetningar. Það er bara algjör grunnkrafa sem að þú gerir sem hluthafi. Þú þarft að veita það. Já, auðvitað breytast plön, við vitum það alveg. Sko. En ég hef bara ekkert séð það að þau séu að, þú veist, byggjast afsökunar á því eða svona tilkynna hluthöfum að hér verði einhver frestun, sko. Eða þú veist, ég hef allan ekki séð þenn á síðunni þeirra. Það getur vel verið að hafi komið fram einhver staðar annar staðar, sko. Mætti verið einhver PR-fulltrúi þarna að skrifa. Já, ég veit það ekki, sko. Ég með nýja nálgun á... Ég held með þeim. Já. Ég er hluthafi. Ég er með nýja nálgun. Ég ætla að taka 7 sinnum áætlaði bit og gefa þessu 20% líkindi. Það er 2,2 miljardar. Já, þannig að þú gerir bara sinnum 0,2. Já. Ekki fjárfestingaráðgjöf en ég gæti hólkað mér inn á slíku. En þú ert ekki hluthafi, segirðu? Nei. Ég bara, þetta er ómikil áhætta fyrir mig. Ég vona svo innilega að þetta gangi upp og menn græða á þessu. Auðvitað, ég meina, fyrir mér var þessi fjárfesting bara 10 ára pæling, annarkvort verður þetta bara CCP sem gengur vel í dag. Akkurat. Eða Plain Vanilla sem fór í þrótt, en gekk náttúrulega rosalega vel og ég held að sé ekkert rosalega mikið í boði þarna á milli CCP og Plain Vanilla. Þú veist, CCP er langt frá að vera með stærstu tölvuleikja fyrirtækjum heim, sko, þrátt fyrir að hafa verið keypt á 425 milljónir dollara á sínum tíma. Fór það svo hátt? Já, hvort það hafi verið 2018 held ég. Það var allan með, þú veist, nægilega marga spilara til að halda því gangandi. Þessi bransi er alveg fáránlega fjárfrekur, sko, og þú þarft sífellt bara að vera á tánum. Já, og svo er líka annað sem fylgir þessu business modeli free to play er að barrier to entry, sem sagt bara, þú veist, samkeppnis, hvað getur maður sagt, bara stuðlinn er þeimun minni sem gerir samkeppnina ennþá harðari. Já, einmitt. Þú ert bara að keppa við fáránlega marga sem er að keppast athygli við það að gefa þér frían leik til að spila og vonast til þess að eyði síðan peningum. Einmitt. Og við nefndum hérna áðan, við vorum kannski aðeins búin að gleyma þessu, við nefndum tölfræðina með hvalina. Það er að segja, í free to play þá var hérna tölfræði með að 5% notenda í flestum tilfellum eyða upp í 50% af tekjunum. Já,
sagt, já, 5% af þessu ábyrgir fyrir 50% af veltu gerans. Já, akkurat. Og svo var með retention rateið að það mælt að það telst vera mjög gott ef að 10% af notendanum ennþá að spila eftir 30 daga, sko. Já. Þannig að það ekki nóg að fá einhvern til þess að skrá sig og spila í 1 dag. Hvað getur að halda honum lengi að spila? Það í rauninni galdurinn. Og við ræddum þetta með customer acquisition kostnaður við að fá inn nýja sko, spilara. Og hvernig það í rauninni sko, hversu mikið þú græðir sem fyrirtæki eða sem business á hverjum og einum spilara. Og það vorum við ekki með einhvers konar módel fyrir það eða svona. Nei, ég finn þetta ekki hérna. Það var talað eitthvað. Þú veist, gefum að það sé 10% af fólki sem er lengur en mánuð og segjum að það kosti bara $20 að ná í nýjan viðskiptavinn eða hvernig sem það er. Og þeir tölur reyndar það í kynninguna að þeir gerur ráð fyrir að hver og einn kunni sem þeir ná inn sé að meðaltala eða $1,8 á dag. Já. Þannig að í rauninni $20 er ekkit svo mikill kostnaður við að ná í hvern og einn leikmann sko. Nei, það er hérna ég fann það er náttúrulega örugglega dýrara. Já, ég fann hérna sko higher að þú veist það er herra acquisition cost á free to play. Já. Og á bilinu $2-5 á spilara. Já, þannig segjum á eyðir segjum bara $5 í að Arnar skrái sig í Starborn Frontiers, já. $5. Þú þarft að spila í hvað? 4 daga til þess að þú borgið upp sko. Með þetta og þá er ekki tekið inn í að Apple tekur 30% held ég af öllum tekjum sem koma. Þannig að þetta er bara svona mjög basic slumpreikningur. Og retention ratein í þessu eru þannig að 40% 60% skila sér ekki eftir fyrsta dag. Eftir fyrsta dag, já. Ég ætla að spyrja það er 40%, ég held að lesa það rétt. Þannig að af hverjum 10 sem skrá sig, þá eru bara 4 sem að spila á morgun og bara 2 af 10 að spila eftir 7 daga. Já, sér það sko. Þannig að þú þarft að ná að búa til vél sem að heldur þér alveg bara... Já, alveg, hvað segir maður? Dolföllnum. Limdum við Frontiers. Já, en við vonum að sjálfsögðu og það er náttúrulega sko, þeir eru með allavega sko við síndist að vera 17 meðlimir í Discord-grúpu fyrir fyrsta leikinn, þannig að Sovereign, hverju manni ég aldrei setna orðið? Sovereignty. Sovereign eitthvað, já. Og sko, svo í nýjasta Frontier-grúpun eru 400 manns, en það er náttúrulega, eins og ég sé, það er ekki búið að gefa hann út, þannig að cut them some slack hérna. Eru það 400 beta-testers þá? Mögulega, það er ekkit ólíklegt að það séu beta-testararnir sem eru þarna inni, sko. En ég allavega komst inn, sko, það virðist allavega ekki vera lokuð súgrúpa, sko. Já. En svo annað hérna sem ég var upp á þetta retention, þetta er semast bara hvað hún er að halda kúnanum vel. Einmitt. Að hérna er grafi yfir sko frequency, spila á viku. Þetta heitir bara Mobile Game Loyalty Matrix og giskaði nú ef ekki að gera það í búðum einhvers, Landsbankans. Já. Þeir eru loyal. Þeir eru vel loyal sko. Já, en fyrst skulle við koma okkur efninu. Það var að koma út ný hagsjá hjá þeim. Já. Alvöru póstlisti, bara var að lenda hérna yfirleitt við sértri skuldabréf og þetta er auðvitað eitthvað sem að þú veist fólk það líka að kynna sér að hugsa allir skuldabréf sem bara eitthvað leiðilegt dæmi. Já, bara fixed assets. Já, fixed assets sko en þú veist þannig græða menn pening á endanum það er bara consistency sko til lengri tíma litið en allavega þá er hérna núna bara yfirleitt við sértri skuldabréf og þetta er eitthvað ef þú vilt læra þetta á mannamáli lesi yfir þetta á mannamáli þá getur þú farið inn á hagsjána. Þú ert að lesa hagsjána, ég er að lesa vikupyrjunina. Þau eru að núllstilla mig inn í vikuna. Una er að segja bara, Yngvi, það er velkomin, það er mánudagur. Nei, þriðjudagur sé. Og þau sjá hérna, þau eru greinilega að mæla væntingar verðbólgu hjá fólki. Það er fyrir að vera minkandi. Hjá öllum nema heimilum, sko. Fyrirtæki til 1 árs og 5 ára. Lækkandi. Svo eru aðeins að fetta fingur hérna, þau spáðu 0,5% hækkun. Ásgeir hendi bara 0,25%. Hann sokkaði rauninni bæði mig og Unu. Já. Ég held að það væri 0, bara hann myndi hafa það á flata. Já. Una held 0,5 og ég og hann stilti sig í hóf þarna í 0,25. Fóru hinn gullna meðalveg. En ok, þá förum við aftur með aðstóð þarna Landsbankans. Mobile Game Loyalty Matrix. Já. Ég ætla að gefa þér nokkra flokka. Action, Strategy, Slots, bara slottspil. Social turn-based, Endless, Solitaire, Card Battle. Hvað af þessu er með hæsta retention
upp á tæp 45%. Allavega ekki Strategy. Strategy er ekki. Ég veit ekki, ég er búin að gleyma þessu öllu. Solitaire. Og hvað er það? Varstu ekki eftir Solitaire? Nei. Hvað meinarðu? Varstu ekki að segja að það var einhver típa af leik? Já, þetta. Já, Kapallinn. Já, Kapallinn og þetta, já, einmitt. Fólk er alveg ótt í þetta, sko. Þú ert örugglega með einhverja eldgamla hunda sem bara liggja á Solitaire allan daginn. Heyrðu? Þetta er skemmtilegt. Já, ég held að þeir náðu í haugakassi fyrra. Já. Þau eru með fullt af fylgjendum. Já. En þau virðast samt vera að klífa hansi háa og þau eru bara ekki djúpa brekku. Já, þetta er brekka, auðvitað. Ég meina, og það er bara svona miða við, ef þetta heldur svona áfram, þá er þetta bara bara út árið og kannski einn ársfjórðungur í viðbót þar sem að þau mega við því hreinlega að fresta þessu. Já, þú veist, með að við að eru að brenna 180 milljónum í eitthvað þróunarkostnað á árinu 2000, á fyrsta halva árið 2022. Þannig að það er ekki nema 350 eftir. Þannig að þú veist, þetta er brekka og eins og ég sé, ég held að það sé svona léttur vendipunktur í gangi núna hjá Solid Clouds. Já, og það verður örugglega gaman að sjá fyrstu afkomu viðvörun ef að til texta þau fara alltaf að hendi 750 milljónir á fjórðung, sko. Já. Þá er þetta fljótt að sprengja skalan. Muni hífast eitthvað upp. Já. En heyrðu, þá bara held ég að við séum bara tæmdir í dag. Ég hugsa það. Verðum bara, frí þangað á föstudaginn. Já. Þá er létt svona tryggingaþema. Já. Hjá okkur. Við erum illa tryggðir. Já, illa tryggðir og við þurfum að grenslast aðeins fyrir það. Já. Þannig að bíðið spennt eftir því. Þá ljúkum við þessum fyrsta þætti í seríu 7. Já. Með fortíð skal framtíð bogna. Yes. Takk fyrir. Við erum bara pingju fullin í þessa viku. 2 redd og 1 GOT. Gjörum það. Já, bye. Og taka kvittun.